Auglýsing sem fasteignasala Akureyrar hengdi upp í gluggann hjá sér fyrr í sumar hefur vakið mikla athygli en þar óskað eftir öllum gerðum af eignum á skrá vegna væntanlegrar fjölgunar opinberra starfa á Akureyri í tengslum við fyrirhugaðan flutning Fiskistofu til bæjarins. Hún var nú samin svona í framhaldi þessari umræðu flutning á Fiskistofu Norðurland. Og þetta var nú þannig, ég satt hérna og var að semja venjulegar auglýsingar fyrir dagskrárnar 4 og datt í hug að setja þetta í glugganleiðinni og viðbrögðin voru hræðasta dæfintilveg. Þau eru bara langt fram að öllum mínum björnsvonum. En hafa einhverju sem sagt kveikt á þessari auglýsingu? Ég meina, ertu að fá einhver símtöl bara frá Fiskistofu? Ég veit ekki hvort það sé beinlínis að þetta er ekki allt Fiskistofu en við erum að fá ágætis viðbrögð og ég held að sé einhverja fyrirspurnir að sunnan líka tengd á þessu. En hvort það er beint í Fiskistofu, ég veit það ekki. En það er alveg nægar eignir hér á Akureyri til sölu. Ég myndi til þess að annað eftirspurn þannig ef að Fiskistofa kemur hingað. Já, ég hef svo sem nóg til. Hins vegar má alltaf bæta í sölu svona. Það virðist vera sko eftir okkar reynslu síðustu mánuði þá er ákveðin vöndun og minni eignum. Nú, ég veit ekki svo alveg hversu stórar eignir þessi með þurfa en það er svolítið eitthvað í bland. En hvernig er annars fasteignamarkaðurinn hérna á Akureyri? Er meira líf núna heldur en í fyrra? Já, hann er talsvert líflegri heldur en var í fyrra á sama tíma. Hann fyrstu 6 mánuði þess árs er svona það fyrir 30% aukning á þessu sölu á markaðnum. Þannig að ég hef þetta að segja að það sé dálítið líf í honum. Og júlí var sérlega líflegur mánuður sem er nú óvanalegt, er það ekki? Jú, oftast nær þetta svona sumarleyfismánuður á Íslendinga og við tökum frí á þessum tíma eins og aðrir. En þetta skyldi vera mjög líflegur, alveg með ólíkindum. Auglýsingu, hvað veldur? Hverjir eru að kaupa? Það er allavega fólk að kaupa. Við erum að fá dálítið af fólki í bæinn. Við erum rekja okkur þá hér að menn hafa verið að kaupa sem að flytja hingað. Nú svo þetta alltaf sjálfsögðu upp í staðan alltaf Akureyringar flytja milli staða og fólk sem að fjárfesta hér ýmist í þeim tilgangi að fjárfesta bara hreinlega peningana vegna og eða að kaupa sér orlofsíbúðir sem talsvert líkir og það er fróðlegt að gera úttekt á því hversu margar orlofsíbúðir eru hér á Akureyri í eigu utanbæjar fólks. Já, nú hefur maður einmitt heyrt að þetta er orðin gríðarlega stórt hlutfall af fasteignaviðskiptum hér á Akureyri og hvað, er þetta bara aukast eða? Já, það virðist ekkert verið sláttál. Ég get ekki séð það á okkar sölu hér. Það er alltaf endalausar fyrirspurnir þetta. En nú hefur einmitt verið mikil umræða þessa þróun í Reykjavík að miðbærinn þar sé bara hreinlega að breytast í íbúðahótel fyrir ferðamenn. Sérðu þetta vera að gerast hér líka eða? Þetta er svona, það er ekki hægt að sjá kannski beinverkjum að þetta sé komið verulega á skrið hér. En ég á alveg svona því að það gerist. Og við munum líka sjá það sem hefur verið að gerast í Reykjavík að fasteignaverð hefur verið að hækka mjög skarpt á þessu svæði. Og ég trúi því að miðbæri hér eigi inni talsverða hækkun í verði. Eru það sem sagt fjárfestar að sunnan sem eru að hækka verði þannig að það er orðið bara erfitt fyrir okkur Norðlendinga að hreyfa okkur? Nei, ég held að það sé nú ekki sko. Þetta er í þetta í bland. Það er ekki að segja það að fjárfestar séu að sprengja upp markaðinn eitthvað slíkt. Ég held ekki. Verðið er bara einfaldlega að hækka og eftirspurnin er góð og það er nú eins og svona með fasteignamarkaðinn, hann er mjög kvikkur. Hann hreyfist hratt og það sem við mest áhrifin er vaxtakjör og almennt framboð á lánsfé. Og ef það er sæmilega gott sem það virðist vera núna, þá hækka verðin. Eru lánastofnanir orðnar liðlegri með að veita lán til fasteignakaupa? Já, ég held að megi segja að þessi orðnar svona heldur lausari á böndunni en það voru og það er greinilegt að við sjáum svona færri mál sem fara þá leiðina þeim með synja hreinlega í bankkerfinu heldur en var. Þannig að bankarnir hljóta vera aðeins að fara að liðka fyrir. Þeir græði ekki peninga nema að lána á aftur. Einmitt. En það er ekki bara þessi auglýsing sem við vorum að ræða hérna í upphafi sem hefur vakið athygli. Þið fluttuð fasteignasöluna ykkar hingað í göngugötuna fyrir ári síðan og í húsnæðinu hjá ykkur eru stórir gluggar og þið hafa nú aldeilis nýtt þá vel. Þið hafi hengt eignirnar hreinlega út í glugga.
Hvernig hefur Já. það komið út? Það hefur bara komið mjög vel út, við höfum fengið mikil við aðeins að það var liðka fyrir. Þeir græði ekki peninga nema að lána. En það er ekki bara þessi athygli, götuna fyrir ári síðan og í húsnæðinu hjá ykkur eru stórir gluggar og þið Þegar fyrir eignirnar hreinlega út í. tölvupóst og eins frá fólki sem droppar hér inn. Eru menn hreinlega að kaupa lópapeysu hérna við hliðina og kaupa sér svo bara sumarbústað Það er hérna í ekki næstu alveg svo fyrir? gott en það kannski kemur að því. En það er talsvert fyrirspurnir og við fáum þetta allt í gegnum það að vera svona staðsettir. Það er auðvitað. Þið hafið líka prófað að vera með fasteignaauglýsingar á ensku. Já, við gerðum það í fyrirsumvarhaldið og eitthvað smá þessi voru líka. Og það var augljóst að menn stóðu við gluggann og við meiri segja umreiknuðum verðin í dollara og evrur, þannig að þeir voru ekki allir í símanum að reikna fyrir svona gluggann. En það er nokkuð óalgengt að fasteignasölur hengi eignirnar hreinlega svona út eins og þið gerir. Hérna á Íslandi er það svolítið óeðlilegt, já, eða það sér ekki mikið um það, sem er svolítið sérstætt, en þú sér þetta víða erlendis. Nánast hvar sem eru fasteignasölur á jarðhæð með útstillinga glugga. Og ef það er svona staðsettur að hafa svona góða glugga þá er alveg fáránlegt að nota hann ekki.